Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að spjalla aðeins við hann Harald Inga Haraldsson sem var bæjarlistamaður 2016-17. Það komið nýr bæjarlistamaður hann Orri Harðarsson sem við hittum daginn, rithöfundur og tónlistarmaður. En Haraldur Ingi hins vegar að fara að opna sýningu í Hofi á morgun. Hlýtur að vera alltaf skemmtilegt þegar það styttist í opnun? Já, jú. Annars kom ég hlaupandi, kósveitur, við erum að hengja upp. Já, auðvitað. Ekki þessa stærðarflekka og þarna allt á hullu, en svo gengur þessa daga alltaf fyrir sýningar, sko. Segðu okkur aðeins frá þessu ári. Þú varst valinn bæjarlistamaður Akureyrar 2016-17. Hvað gerðist á árinu? Já, mjög margt. Það sýnilega fyrir svona fólk eru 2 sýningar á nýjum verkum og önnur í netheimum í svona sýndarveruleika galleríi sem sýning sem kallar Rattreis. Og svo núna í Hofi sýning á stórum málverkum og smá skúlptúrum sem ég kalla aðgerð. Já. Það eins og aðgerð í fiski, sko. Það bara... Að gera bara? Já, það svona basic. Já. Og af hverju ákvaðstu þetta núna? Sko, ég náttúrulega bara að nota þessi bæjarlistamanna laun upp í skít og hef bæði minnkað mig með vinnu og verið í vinnustofu nótt til 19 dag að nota þennan tíma. Og hann hefur verið frjósamur og gefið mér mikið og svo náttúrulega líka eins og gengur með svona vinnu að maður líka alltaf að safna í sarpinn. Og það kannski áttur að koma í ljós hérna, sko. Nákvæmlega. Getur einhverju lýst fyrir okkur, einhverjum verkum? Hvað þú verður að bjóða upp og pælingunum að baki? Já, á þessari sýningu. Já. Sko, þá ég með stór verk, ég er með 3 mjög stór verk og eitt lítið og ég að taka fyrir svona ákveðna hluti í hverju verki. Ég kalla myndlistarna mína pólitíska frásagnarlist og frásagnarlist sko hefð sko, við í Íslandi sko, þá sko, gamla sagnahefðin. Hún að þessari rót, það að segja sögu. Saga sem þá kannski hluti af einhverju stærra, einhver moment eða eitthvað svoleiðis lagað sem að fólk getur séð. Og ég tek fyrir svona hluti sem að eru aktúelt í okkar samfélagi þarna í þessum myndum. Ein myndin heitir Kredda. Mér finnst við vera stödd í einni risastóri samfélagslegri kreddu og síðan mynd sem heitir Aðgerð, Göttet. Og það finnst mér líka við vera stadd á mjög slæmum stað og ég er að túlka það og síðan mynd sem ég veit ekki kannski áttar að vekja svona mismunandi viðbrögð sem heitir Tvenning og eiginlega ekki hægt að lýsa því en hún kemur inn á kynin. Já, tekur á því við hvaða máli, sko. En þú ert hápólitískur? Ég er hápólitískur, já. Ég var 7 ára gamall þegar ég byrjaði að fara með föður mínum sem var framsóknarfrömuður hér í bæ á fundi, pólitíska fundi og framsókn var gríðarlega prógressíft og öflugt afl á þessum tíma. Á heimilinu var alltaf fullt af fólki talandi pólitík og sem sagt alþingismenn og alls konar upprennandi gosar og ég veit ekki hvað. Og þennan anda tók ég í mig, alveg drakk hann í mig. Ásamt sko þjóðsögum Jóns Árnasonar og öllum þessum bókum sem maður var með í stöflum. Pabbi átti líka myndlistarbækur. Þangað lá leið mín svo í gegnum það. Þannig ég var fyrir mjög miklum áhrifum þarna í æsku í þessu og ég má eiginlega, sko já, ég get eiginlega sagt það að þetta hafi fylgt mér alla tíð. Og þetta brýst fram náttúrulega í þínum verkum sem eru mjög oft, hvað maður segja, hvöss eða svona, þú vilt svolítið svona sprengja upp eitthvað sem þú ert óánægð með. Já, ég sem sagt, já, það vil ég gera. Sko, og á þessum gamla, sko mér finnst eiginlega sko ég ekki eiga neitt erindi nema ég sé að takast á við samtíðan minn og takast á við landið mitt og samfélagi sem að við búum í. Er gott að nýta list sem í rauninni verkfæri til þess að koma fram með sína svona pólitískar, eða pólitískar bara samfélagslegar að nota þetta tjáningaform
Já, til greiningar, sko, í þessu sem frásagnarstíl. Sko, list alveg handónýtt áróðurstæki, myndlist. Það er sko, það er alveg klárt mál og það er mjög skemmtilegt í sjálfu sér að finna það hvernig áhorfandinn upplifir alltaf það sem maður setur fram og allir sem setja fram svona sjónræna hluti upplifir það á sínum eigin forsendum. Og það finnst mér æðislegt. Mér finnst það rosalega skemmtilegt, sko. Þannig að markmiðið ekki að vera með áróður fyrir einhver sérstökum skoðun heldur til þess að kveikja pælingarnar. Og það er heldur ekki hægt, sko. Nei. Þarna sko, ég nota þorskhausa á persónuna mínar og ástæðan fyrir því sú að þorskhausin bara einfaldlega tákn fyrir Ísland. Rétt eins og að þarna sko kindahaus geti verið tákn fyrir gamla bændasamfélagið. Við erum svo sérstætt samfélag. Sko við getum tekið eitt dýr og gert það að tákni fyrir sko þarna langa þróun. Og þess vegna nota ég þetta svona og það kom til mín kona frá Bandaríkjunum á sýningu 2015 sem er gott dæmi um þetta. Og það er allstaðar, sko, það stendur þorskhaus í hverju einasta nafni á hverju einustu mynd og það stendur Kotheld allstaðar, sko. Hún gengur og skoðar gríðarlega vandlega og kemur svo til mér og segir, hey, what's with the lizards? Þannig að, sko, að þetta er dæmi um það akkurat, mér finnst þetta æðislegt. Að sko, hún fer ekki út úr sínum tjáningar þarna heimi, sko. Nei, nákvæmlega. Og upplifunum heimi. Algjörlega, eins og við gerum öll. Já, eins og við gerum öll. Undir okkar eigin iljum. Og það finnst mér aðeinslegt. Ég hef stundum velt því fyrir mér hvort að myndlist sé það sem gerist sko milli verksins og áhorfandans. Já. Að það sé ekki það sem myndlistarmaðurinn gerir í raun og veru, heldur það sem að skapast þar á milli. Já, nákvæmlega, fallegt. Og þú opnar sem sagt á morgun, klukkan 4, nei, 14, klukkan 2. Klukkan 2. Gaman að fá þig. Já, þakka kærlega fyrir. Til hamingju með opnunina. Við ætlum að skipta yfir til Ólafsfjarðar í Menntaskólann á Tröllaskaga en okkar fólk var á ferð og flugi þar, meðal annars á Siglufirði og hann Karl Eskil Pálsson leit við í Menntaskólanum á Tröllaskaga og þar var eitthvað stuð og stemming og kennararnir vildu bara endilega fá að taka lagið og ég er nú hérna með nöfnin. Það eru Edda Björk Jónsdóttir sem er þroskaþjálfi í skólanum og vinnur á starfsbraut, Lísbet Hauksdóttir sem er íþróttakennari og Rodrigo Thomas sem kennir tónlist í Menntaskólanum á Tröllaskaga sem ætla að skella sér í eitt lag fyrir okkur.